Góðan daginn, gott fólk. Ég ætla að byrja á að gefa tóninn þessari fallegu skál og bjóða ykkur að njóta þess og taka hann inn. Er þetta ekki dásamlegt? Það hafði samband við mig kona einu sinni eftir að hún heyrði þennan tón hjá mér og tjáði mér að það hefði eitthvað losnað úr líkamanum, einhver þung dimm orka sem hún hafði burðast með og hún hafði bara farið þegar hún heyrði þennan tón. Þvílíkt kraftaverk, æðislegt, þannig að endilega njótið þess þegar þið heyrið hann og ég mun nota hann meira. Takið hann inn og leyfið honum að meltast innan með ykkur í orkukerfinu ykkar. Tónar eru megnugur til heilunar. Í dag ætla ég að fjalla annað en skálina mína. Ég ætla að ræða lítilegu þessa hugsun sem að mörg okkar hafa að fólki sé sama okkur. Þeim er alveg sama mig, honum er alveg sama mig. Þetta er saga sem að mörg okkar hafa sagt okkur í áratugi og við erum svolítið föst í hérna eins og þessi meitlu í stein jafnvel. Og við getum spurt okkur, hvaðan kemur þetta? Á hvað aldri var ég þegar ég byrjaði að trúa þessu? Oft erum við mjög ung. Því að þegar við erum unga þá höfum við virkilega þörf fyrir öryggi og ef við trúum því að foreldrar okkar, eldri systkini, kennarar, einhver uppælandur og ábyrgðarmenn séu sami okkur, þá erum við í hættu, jafnvel í lífshættu. Það er ekki góð líðan. Þannig að við byrjum að setja varnarmúra og hætta að treysta. Lítum jafnvel á lífið og fólk sem hættulegt af því að þeim sé sitt sama. Og þetta veldur streitu og kemur í veg fyrir svona flæðandi slökun og hamingju í samböndum við fólk. Þannig að það er gott að spyrja sig, hvað aldrei var ég þegar ég tók þetta inn? Hvað var að gerast? Hvaðan kemur þetta? Við gætum komist að því við vorum mjög ung og þegar við vorum ekki sjálf orðin fullorðin, en nú erum við orðin fullorðin. Og núna getum við staðið með þessum parti sem að trúði því að öðrum væri sama hann. Nú getum við sem fullorðin staðið með honum og látið hann vita að við séum mætt. Við erum með það og við getum aldrei farið og við viljum ekkert fara. Við viljum styðja alla okkar parta og sérstaklega að leyfa þeim sem að finna að þeir séu einmana, það sé ekki verið að vernda þá, þeir séu óöruggir. Leyfa þeim að finna okkar eigin kærleika frá hjartanu okkar. Því það skiptir ekkert annað máli í raun og veru. Það er gaman þegar fólk sýnir manni áhuga á allt það og er ekki sama mann. En ég held líka í raun séu bara flestu fólki bara ekki sama mann. Það vill manni vel. Svona flestir þau uppi staðið þegar á reynir. En við getum sýnt okkur hér og nú að við séum til staðar. Ég fullorðna er hér mætt og ég ætla að sýna þér mig og ég ætla að segja þér í orðum eða hugsunum hvað ég hef gert til að sýna þér að mér er ekki sama þig. Ég hef gert þetta. Ég hef kannski svarað einhvern tímann vel fyrir okkur, ég hef gefið okkur góðan mat að borða, ég hef leyft okkur að fara í nudd, ég hef lært eitthvað sem að okkur finnst skemmtilegt og ég vil hlú að þér. Ég fer með þér svona oftast nær og skikkalegum tíma í rúmið, kannski ekki alltaf, en oftast nær. Þannig að svona sýna og sanna fyrir sjálfum sér að mér er ekki sama sjálfa mig. Að því við stundum trúum við því. Og það sem öllu máli skiptir er að okkur sé ljóst að okkur þykir vænt okkur sjálf. Og jafnvel að fara alla leið og spyrja, hverjum er ekki sama þó að einhverjum sé sama mig? Þarf ég virkilega á viðurkenningu annarra að halda til að vera hamingjusöm hér og nú? Þarf ég á viðurkenningu Palla, Sigga, Jónu, Stínu að halda
og umhyggju þeirra til að vera hamingjusöm hér og nú á þessum aldri sem ég er í dag. Kannski er það bara ekki þannig. Kannski bara ætti mér að vera sama hvað öðrum finnst um mig og hvort þeim er sama um mig eða ekki. En þiggja með þökkum þegar að fólk sýnir mér alúð og kærleika. Og jafnvel gæti það verið satt að einhver leyti að mér væri bara í raun og veru nokkuð sama um fólk. Hvað þýðir það þegar ég er að dæma aðra fyrir að vera sama um mig? Þýðir það ekki að ég er að taka þeim frelsi til að hafa sínar eigin skoðanir á mér? Og tilfinningar til mín? Jú. Er mér þá ekki sama um þeirra tilfinningar og frelsi ef ég vil stýra þeim hvað þeim finnst um mig? Jú. Þannig að ef það ætti að finna eitthvað sekan í þessu máli, væri það þá ekki helst ég sem ég væri að benda á? Jú. Þannig að byrja á sjálfum sér og sýna mér ást og umhyggju og að mér sé ekki sama um mig. Já, það er fyrsta skrefið. Það er algjörlega fyrsta skrefið. Og stundum förum við í þann pitt að ég þurfi fyrst að sýna öðrum að mér sé ekki sama um þá, svo að þeim líki vel við mig. Þetta er svona að vera píslarvætti, vera þóknari, alltaf að gera eitthvað fyrir aðra svo að þeir beru umhyggju fyrir mér. Fórna mér jafnvel, neita mér ég nenni ekki að gera þessum greiða en ég verð að gera það svona líki vel við mig, svona sé ekki sama um mig. Þetta náttúrulega meikar ekki sens þegar upp er staðið. Ég held að fleiri munum líka vel við okkur þegar við sýnum að við berum umhyggju fyrir okkur sjálfum. Við setjum okkur í fyrsta sæti og erum alltaf heiðarleg gagnvart öðrum. Við erum ekki þykistuleik. Þegar við segjum já við þau, við að gera greiða eitthvað, þá meinum við það heiðarlega. Þá getur fólk treyst okkur. Og þegar við segjum nei, eða leið mér að hugsa málið, ég veit ekki alveg hvort ég er tilbúin að gera þér þennan greiða á mánudaginn, leið mér aðeins að hugsa málið, að þá ber það virðingu fyrir manni. Og fólk vill vera nálagt öðru fólki sem að ber virðingu fyrir sér. Það nennir ekki endilega manneskja sem að segja það sem að hefur góða sjálfsvirðingu, hún nennir ekki að hanga úti með fólki sem hefur enga sjálfsvirðingu. Og hún þarf alltaf að vera peppað upp stanslaust. Það er ekkit endilega skemmtilegt, þannig að því meiri virðingu sem að við berum fyrir okkur sjálfum, því meiri líkur á því að fólk vilji meiri nánd við okkur. Og það er svo góð tilfinning að næra hjarta sitt og vita það að maður er alltaf með sjálfum sér, dag og nótt, 24/7. Góð gjöf og frelsi. Gefur mér sjálfri frelsi til að vera svo sem ég er og gefur öðrum frelsi til að vera þeir sem þeir eru, með sínar skoðanir og tilfinningar. Og ég ætla að láta þetta bara gott heita núna í dag og ljúka þessu líka með þessu dásamlega tón. Þetta er alveg orðið ómissandi, þessu tónn hérna. Og leyfið ykkur að njóta. Og gleymum ekki að brosa til allra sem við mætum í dag og sérstaklega í spegilinn.